Hæfnisetur ferðaþjónustunnar, samtök ferðaþjónustunnar og markaðsstofa landshlutanna standa fyrir örþættinum í stuttu máli. Ég heiti Kristján Guðmundsson og kem frá markaðsstofu Vesturlands. Hjá mér Íris Mist Arnardóttir, lögfræðingur hjá Samtökum atvinnulífsins. Hún var hjá okkur á menntamorgnum daginn og við ætlum aðeins að fara yfir málin. Íris var með erindi hvað beri að hafa í huga þegar sumarstarfsfólk ráðið í vinnu. Núna eru líklega margir að ráða starfsfólk fyrir sumarið og í þeim hugleiðingum. Hvað sem stjórnin þurfa að hafa í huga þegar að vera ráða nýtt starfsfólk fyrir sumarið og hvað svona kannski það sem klikka oftast á? Já, það náttúrulega mikilvægt þegar að rétti starfsmaðurinn fundinn að gera skriflega ráðningarsamninga og það eitthvað sem við hjá Samtökum atvinnulífsins þreytumst ekki á að tönglast á því að þetta gríðarlega mikilvægt að hafa skriflega ráðningarsamninga. Og þeim tíma sem varið í að gera skriflega ráðningarsamninga mjög vel varið því að þetta getur komið í veg fyrir allskyns misskilning og vandamál síðar. Þannig að það eitt af sem gríðarlega mikilvægt og við hvetjum alla atvinnurekendur til að gera. Og svo líka skiptir alveg máli hvernig samningurinn gerður að þannig að þegar þú ert með samning það best að hafa eitthvað svona form fyrst sem þú getur síðan stuðst við en það ekki nægjanlegt að nota alltaf sama formið af því að þú ert alltaf með mismunandi ráðin í mismunandi störf og þá þarf að aðlaga samningin að hverju einum starfsmanni sem ráðin hverju sinni. Þannig að það svona það sem við leggjum gríðarlega mikla áherslu á. Já, komst líka aðeins inn á þessi mismunandi kjarasamningar og sérstaklega í ferðaþjónustunni þótt sé náttúrulega skemmtilegasta atvinnugreininni þá þetta kannski svolítið flókið stundum. Fólk að vinna á mismunandi stöðum innan fyrirtækis og annað slíkt. Segðu mér aðeins frá því hvernig þessi mismunandi kjarasamningar geta komið við ferðaþjónustu fyrirtæki. Í kjarasamningum að þá tilgreint hvað þarf að koma fram í ráðningarsamningum og við erum til dæmis með drög á slíkum formum á vinnumarkaðsformum hjá okkur sem hægt að nýta sér og þar náttúrulega við búin að taka á öllum sem atriðum sem þarf að koma fram í ráðningarsamningum og þeir þurfa heldur ekkert að vera sérstaklega flóknir, þetta getur verið bara nægilegt að þetta séu 2 blaðsíður. En það svo mikilvægt að heimfara störfin á réttan kjarasamning í ráðningarsamningum og þá þarfum við að skoða hvað starf erum við með og hvað kjarasamning á við þar starf. Stundum þetta ekkert flókið, þá ert með verslunarstarf eða skrifstofustarf, þá erum við með kjarasamning VR og síðan erum við til dæmis með störf verkafólks á hótel- og veitingahúsum, þá það kjarasamningur SA við Eflingu og SGS. En svo getur alveg stundum flext aðeins hlutirnir þegar við erum með störf sem kannski blönduð og ef við getum kannski bara tekið eitthvað dæmi þá erum við kannski með gistiheimili, það stundum fólk bara allt í öllu og þá kannski starfsmaðurinn í gestamóttökunni og svo kannski líka hjálpa til á bara í eldhúsinu í morgunverði eða 3 herbyggjum að þá þurfum að skoða hvert aðal starfsmannsins eða ráðandi og þá þarf líka þá að skoða hvert launið, hvernig launin, hvort hærra launað og þá þarf líka að taka mið af því þegar að vera ákvörða launin hjá starfsmannum ef að hluti af starfinu kannski hærra launað samkvæmt kjarasamningum. Þannig að þetta rosalega mikilvægt að það sé þá í kjarasamningum að með réttindi og skyldur fer eftir kjarasamningi þá til dæmis ef þetta þá gestamóttökustarf eftir kjarasamningi SA við VR og sem í rauninni sér kjarasamningu vegna gestamóttöku þannig að tilgreina það líka sérstaklega. Þannig að mjög margt sem maður þarf að hafa í huga þegar maður að búa til þessi samninga og ég velti fyrir mér hvað svona ykkar hlutverk og hvernig getið þið aðstoðað fyrirtæki við ef að komi í ráðningarmálum eða kemur upp einhver vandamál innan fyrirtækisins varðandi starfsmannamál, hvernig getið þið svona aðstoðað með það? Einmitt. Við erum til dæmis á vinnumarkaðssviði Samtökum atvinnulífsins að aðstoða okkar félagsmenn í starfsmanna og kjaramálum og erum sölufræðingar sem starfa þar og við erum náttúrulega höldum uppi vinnumarkaðsvefni sem mjög gagnlegur og hægt að finna gríðarlegt magn af upplýsingum þar og svo erum við með þar einmitt form og eyðublöð sem eru mikið notuð og þar erum við með nokkra tegundir af ráðningarsamningum sem hægt að styðjast við og svo geta félagsmenn alltaf leitað til okkar og fengið ráðleggingar og sérstaklega líka einmitt með ráðningarsamninga og því við viljum líka aðstoða okkar félagsmenn við að gera hlutina rétt og það gott að reyna að fyrirbyggja það í staðinn fyrir að vera að slökkva ykkur elda þegar eitthvað vandamál koma upp þannig að það bara gott að geta komið
að því snemma í ferlinu og geta aðstoð þá félagsmenn að gera hlutin rétt. Algjörlega. Gott að fá þig til okkar og þetta var mjög áhugavert og ég vil hvetja fólk til að kíkja inn á hefni.is. Þar getur við séð meira efni tengt þessu og þar verður líka Menntamorgun aðgengilegur. Takk fyrir.